Þetta með þriðja titilinn, þetta er Vegur, Mýrlendi og Örverussamfélög. Þannig að þið getið valið. Já. Vegagerð. Já, við sem sagt fórum í sumar og könnum áhrif nýja vegarsins á umhverfið sitt. Þá með tilliti til jarðvegs eiginleika. Fyrst ætla ég að fjalla aðeins Mýrlendi. Þau eru mjög mikilvæg. Í skugga loftslagsbreytinga þá geyma þau, hvað er það, 1/3 kolefnis á jarðvísu eða svona á þurrlendi í mjög stöðugu formi og varanlegt og tekur þau þúsundir ára að byggja upp og já, eru bara frábæra á alla vegu, nema til að labba í gegnum kannski. En lykillinn að þessu er það að það er hátt vatnsborð og það viðheldur súrefnissnauðum aðstæðum og það hamlar alls konar virkni í jarðveginum og viðheldur þannig þessu gríðarlega lífræna vistkerfi. Og við spurðum spurningana, er aukning á losun koltvísýrings í jarðvegi í jarðvegi Mýrlendi sem er undir áhrifum vega og við könnum einnig sömu áhrif vegarsins á magn steinefna og vatnshæð. Og við fórum og settum út 4 snið sem eru þarna á kortinu. Við reyndum að slembivelja þau en það var alltaf fullu í framkvæmdum hana, þannig að við handvöldum svæði sem að táknuðu svona frekar heilbrigt Mýrlendi nálægt veginum. Og við, sem sagt, já, út á vettvangi þá vorum við svona gasmælitæki og það í rauninni les breytingu á styrk koltvísýrings í svona litlum klefa. Og maður leggur svona lítið rör á jörðina og mælir breytinguna og fær þannig, já, upplýsingur aukningu koltvísýrings eða bindingu eða whatever. Og við söfnuðum einnig jarðvegssýnum til að mæla rúmþyngd og greina kolefnismagn og forða. Og svo einnig mældum við vatnshæðina og þá grófum við hólu og mældum, leyfum hann að fyllast af vatni og mældum svo fjarlægð frá yfirborði. Eða Maja gerði það, rétt að sagt. Og já, svo fórum við með alla moldina inn á jarðvegsfræðirannsóknastofu, lengsta orð í dag, landfræðideildar HÍ og bara kæra þakki fyrir það. Og fengum þar að nota meðal annars glæðitafsofn og já, bara kannski segja ykkur frá aðferðunum til að mæla kolefni. Það er ekki sérlega flókið, maður tekur lítinn bita og stingur hann með ofn og brennir hann og mælir svo þyngdarmuninn. Þannig að gaman að því. Hérna eru niðurstöðunar fyrir kolefnisforða, kolefnishlutfall og vatnshæð og við sjáum hana hérna er næstveginum og við mældum að 0,5 átt að standa hérna, 0,5 metrum, 30 metrar og 60 metrar og við áætluðum að 60 metrar væri svona minnst líklegast til að vera undir áhrifum vegarsins og 0 er þá væntanlega andstæða við það. Sýnum ykkur hana og svo fjöllum við þetta smá. Og hérna er niðurstöðunar úr jarðvegsönduninni, losun koltvísýrings og já, hérna má sjá mjög skýrt og greinilega að það er aukning á syðri hlið sem er blárri liturinn, nálægt veginum og jafnar svo út hinum megin við. Niðri hliðin alveg eins, alla leiðina. Og ef við horfum aftur á þessa línu hérna, þá má kannski áætla út frá vatnshæðinni. Maður sér hana, hún er næst yfirborðinu niðra megin, hliðin á veginum og jafnast út hana. Og já, tölfræði niðurstöðunar sýndi okkur það að það var mjög marktæk aukning af losun koltvísýrings á syðri hlið vegarsins og hún jókst því nær veginum sem hún fór. Á nyrðri hliðinni þá var ekki marktæk aukning á losun koltvísýrings. Og við fórum að velta því fyrir okkur af hverju og þá könnum við vatnshæðina og hún reyndist ekki marktæk öðruvísi á sikkurum megin við veginn eða nálægt veginum eða virtist ekki vera undir neinum áhrifum vegarsins. Og ég tel að vera bara galli við aðferðafræðina okkar. Við mældum bara að yfirborði hvort að vatnshæðin var þar en á nyrðri hliðinni þá var mikil uppsöfnun af vatni og gæti þá mögulega hafa bætt eitthvað eða eitthvað en við fjöllum það eftir. Kolefnisforði, hann var ekki heldur marktækt undir áhrifum vegars en ef við sjáum hérna miðjugrafið þá er eitthvað trend. Þannig að það virðist vera því nær veginum, því minni kolefnisforði en það er ekki mikill munur. Maður sjá hana nánast í 1/4 af 0,01 sem er mjög lítið magn. Og þá drögum við þá áætlun ályktun að aukning er á losun koltvísýrings vegna vegagerðar. Syðri hliðin, hliðin sem er undan vatnsflæði, er með aukna losun og það breytist við nálægð vegarsins. Og já. Þessi pæling með vatnsyfirborðið, eins og við
að áðan þá er vatnshagur mýrlenda það sem stýrir jarðvegsvirkni og þegar maður skoðaði yfir mýrlendi þá mátti sjá augljósa uppsöfnun á nyrðri hliðinni og svo mjög lítið vatns á syðri hliðinni og þá velti maður fyrir sér gæti losunin verið sambærileg á báðum hliðum, sem sagt að vegurinn auki losun og nyrðri hliðin sé einfaldlega dömpuð út af hárri vatnsstöðu. Er þetta almennur raskur á vatnshægi? Það er mjög góða spurningar og já, það þarf í rauninu bara að skoða betur og í lengri tíma til að sjá hvernig þetta þróast og svona. Svo ætla ég að setja þetta í samhengi hvaða máli skiptir þetta í rauninni en við búum á Íslandi og þetta er gamalt kort sem í stað úr glærupakka frá Þóru Ellen og þar sýnir þetta útbreiðslu mýrlenda á Íslandi fyrir löngu, ég er ekki alveg viss með tíman, en fyrir 1960 allavega. Og þetta var, já, í rauninni alltaf 40% af Grænlandi og mjög mikilvæg vistkerfi eins og við komum áðan og kolefnisspor þessara vistkerfa er gríðarlega mikill og sérstaklega við berum okkur saman við mýrlendi erlendis, þá höfum við þessa góðu eldfjalla eiginleika sem einfaldlega í stuttu máli binda meira kolefni og binda það stöðugra í lengri tíma og fleira. Þannig að íslensku mýrlendajarðvegur er kolefnisríkari oft en erlendis. Þannig að þeir eru mjög einstök á heimsvísu og okkur ber í rauninni bara mjög mikil skylda að varðveita þau. En ef við skoðum að þetta nánar, þá hérna er hæðarlínan 200 metra sem flestir búa á Íslandi sett yfir það. Svo getum við giskað hvernig þróunin á mýrlendunum var, en já, hérna er skurðir, þeir já, nánast í hylja allt og af upprunalegri útbreiðslu mýrlenda það er 3% eftir, óraskað. Þannig að þetta, já, ekki gaman. En já, hvað gerist eiginlega þegar við röskum mýrum? Þá truflast örverusamfélögin og örverusamfélög eru lykillinn að virkni moldar. Losun, eins og við ræddum áðan, er einfaldlega afleiðing efnaskiptaferla örvera. Þannig að þegar þær borða mat þá losa þær koltvísýring rétt eins og við gerum og þetta er mjög eðlilegt ferli. Þannig að aukin losun er ekki endilega slæm, já, en í samhengi við rask þá er það. Varanlegt kolefni sem er mikið verið að ræða núna, það í rauninni byrjar þegar planta bindur kolefni, býr til laufblað, laufblaðið deyr, þá taka örverurnar við og þær brjóta þetta í minni bita og endunum verður það jarðvegur og það er þetta sem við viljum varðveita, kolefnisríkan jarðveg. Þegar við röskum þessi samfélög þá bæði breytast efnaskiptaferlanir og eru meira áherslu á annað og fleira og til dæmis stressuð örveruvistkerfi, örverusamfélag þau nýta kolefnið á verri máta. Þannig að í staðinn fyrir að nýta kolefnið úr laufblaðinu til að byggja upp fleiri frumur eða whatever sem að deyja svo að verða jarðvegi, þá oft færist það yfir í streitu, varnarviðbrögð og það til dæmis í mýrlendum vegna rasks á vatnshagi þá getur það verið í formi til dæmis osmolytes sem er ekki íslenskt orð yfir held ég, en það er svona varnar sykra, nokkuð með að segja, til að varna gegn þurrki, já, í rauninni. Og svo þegar kemur bleit aftur, þá losið þetta og þetta flýgur allt út í andrúmslofti. Þannig að stressuð örverusamfélög mjög slæmt fyrir kolefnisbúskap. Langar svo að sýna brot úr öðru verkefni sem að tengist ræktarlandsverkefninu sem ég talaði áðan, þar sem að ég er að skoða örverusamfélög í lífrænni mold. Þarna, já, tekið þessu 0,25 grömm af jarðvegi og ræðgreinu þá fæ þá upplýsingar alls konar efnaskiptaferla sem ég ætla ekki að fara yfir núna og svo tegundir, til dæmis, þetta eru fylkingar af sveppum, bakteríum, arkíum og frumdýrum. Og ef við sjáum þannig í sveppunum til dæmis sem er miðjugrafið uppi, þar sjáum við mikið af riðsveppum og alls konar í hæstum hlutföllum. Þegar við erum með til dæmis, já, hérna erum við að skoða muninn á heilbrigðu mýrlendi og röskuðu mýrlendi og endurheimtu mýrlendi og í þessu tilviki er það raskaða mýrlendi virk akurrækt, endurheimta mýrlendi er akurrækt sem stöðvaðist og snýr svo tilbaka í mýrlendi og ég er að reyna að skoða þessa efnaskiptaferla og sjá muninn á þeim og ef við músina það virkar þarna. Nei, efri kassið þarna undir fjólubláa litnum, það eru virk akurlendi eða röskuðu mýrlendi og hinir eru blanda af
mýrlendi og endurheimtu mýrlendi. Græna óraskað mýrlendi og gula raskað eða endurheimt mýrlendi. Og við sjáum blái liturinn minna af þessum efnaskiptaferlum, rauði liturinn meira og þarna eru efnaskiptaferlar á við metanframleiðslu og gerjun og alls konar og þetta þúsundir efnaskiptaferla og ég ætla ekki að fara út í það nánar en grunnhugmyndin af þessu að við sjáum gríðarlega breytingu í þessu en auðvitað má áætla að raskað mýrlendi sé allt öðruvísi en óraskað mýrlendi þannig að ef við horfum bara á vinstri hlið hitakorsins þá sjáum við undir gula litnum endurheimt og berum það saman við græna þá sjáum við að það ennþá smá munur og við könnum hversu mikill munur þar og komum fleiri gröf ef við horfum að þessan ef þetta eru líka efnaskiptaferlar hins vegar hlutföll ákveðna efnaskiptaferla og hérna þá endurheimt, óraskað og raskað og þá sjáum við að raskaða endurheimta fyrir mynda svona millistig á milli raskas og óraskas mýrlendi þannig að þrátt fyrir endurheimt þá snúa þau ekki alveg í upprunalegt ástand og það síðan hann að segja. Já, held að, takk fyrir. Jú, örugglega. Hvað þetta fyrir? Já, takk Róbert. Það opna augun mín enn meira fyrir því sem ég sé ekki leirum, heldur því sem leirum. En ég velti fyrir mér að því nú endurheimt mýrlendis, það núna efst á lista núverandi ríkisstjórnar varðandi aðgerðir gegn loftslagsbreytingum, mótvægisaðgerðir og ég út af fyrir sig fagna því. Ég velti fyrir mér hver tímafaktorinn, endurheimt vistkerfis eða búsvæðis og það tekur tíma fyrir þessa náttúrulegu ferla að komast aftur í fulla virkni. Já. Þannig að hvað þessi endurheimtu mýrlendi sem við að skoða, hvað landsíðan voru endurheimt? Það frá svona 60 til 150 ár. Já, ok, svo lengi. Já. Og þau voru alveg orðið snúin tilbaka, varðandi gróðursamfélag og allt þannig. Þau litu út nánast í ósnerti, þau voru bara með heimildir fyrir að það hafi verið notað og framræst og sást alveg leifar á skurðum líka þó þau voru alveg fullir af seti og fleiru. Þá, já, þannig að þetta alveg, næstu heil manns ævi. Klárlega. En við leikum fólkið auðvitað þessi 3% sem ekki búin að rústa. Já. Hvar er þetta? Það var seinasta neitt, það já. Ég ekki með tölu yfir ég myndi áætla að sé mjög mikið á mýrum í Borgarfirði. Já, víð og dreif myndi ég halda. Samtala. Já. Kannski dróðum fangstanga, þar var það svæði fyrir þegar alveg sem við. Held að leynist við það. Svo það líka hugtaki óraska og raska. Ísland mikið áfoksland og áfok afleiðing okkar í rauninni. Að mestu, náttúrulega ekki hér, náttúrulega mikið jökulsandar og fleira, en já, og það hefur náttúrulega líka áhrif á þetta og fleira, þannig að geturðu sagt að sé eitthvað óraska eftir á Íslandi, samtal sem gott eiga. Eru fleiri spurningar? Já. Af því að það voru svo rosalega sterk áhrif á veginum. En vegurinn líka nokkuð ný. Myndir búast við meira áhrifum ef þú færir aftur og myndir þú telja að vera ráðgert að halda áfram fyrir meira. Ég bara get ekki svarað því, held ég. Kannski jafnast þetta út og verður ekki nein sjáanleg áhrif. Eða hvort það takmarkist við 5 metra frá honum eða eitthvað þannig. Það er mjög góð spurning. Það var örugglega lærdómsríkt að komast að hvort þið jafni sig svo hratt eða hvort þetta sé bara rasksis vegna eða vegarins. Já. Á hvaða tíma hún? Sem við valdum þetta? Ágúst. Já, ágúst í sumar. Eftir Vestló allavega. Það var ekki fyrir að við búað þessar bjóðsum við á. Nei. Það byrjaði að ekki munum á vatni. Já, þetta var mælt allt á 2 dögum, held ég. Og já, mjög svipuð gæði. Ágætið veðri. Já.
ástæðan fyrir því við ætlum að fjármagna náttúrustofur enn betur, það er einmitt að hafa meira svona grunngögnum til þess að setja inn í gagnasöfnun okkar til þess að taka ákvarðanir á stærri skala. Kæra þakkir, Róbert.